Jæja Batu, 0-0 jafntefli hér við Grindavík. Hver svona tilfinningin eftir leik? Tilfinningin við erum búin að missa 2 stig en ja, það ekki góða tilfinning. Þið svona, ertu sammála, voruð þið sterkara aðilinn heilt yfir í leiknum? Já, við vissum að Grindavík góður lið, varnarlið, en við vissum það erfitt að búa til færi, en mér finnst við vorum að gera það nóg vel til að skora meira en 1 mark, en því miður við vorum ekki nóg góðir til að skora. Fáðu þetta undir lok fyrri hálfleiks, 2 dauðafæri með skömmu millibili. Það hefur svona kannski verið svekkjandi að ná ekki að vera yfir í hálfleik. Það mjög dýrt fyrir okkur að ekki nýta þetta færi sem við vorum að búa til, en ja, það bara þannig. Nú þetta Evrópuverkefni gegn Karabakh. Hvernig svona leggst það í þið bara? Ja, það bara spennandi. Strákarnir mjög spenntir að spila svona leik, en við þurfum að fara í því með mikið svona, hvað segir maður, bara excited, ja. Búið að redda þjálfara með UEFA prógráðuna fyrir verkefni? Nei, ég veit ekki hvað við erum að gera það. Jón Þór núna í Stjarnan, en já, ég veit ekki hvað við erum að gera. Og hvernig svona sérðu fyrir einvíði sjálft við Karabakh, þessa 2 leiki? Mjög erfitt. Þeir lið sem mjög aggressív án bolta, mjög góðu á bolta, en það mjög góðu próf hvernig við erum hugrakk á bolta að reyna að spila í gegnum press og allt það, og hvað við getum hlaupið mikið og verjast, en það bara gaman. Þetta auðvitað ansi stórt lið, gerði jafntefli við Chelsea á síðustu leiktíð, þannig að þið hljótið að þurfa að vera upp á okkar allra besta í því einvígi. Jú, 100%, en það bara 11 mútið 11, en við erum góða lið, en við þurfum að sjá hvað við getum gera. Ég ekki hrætt að spila, ég vil sjá hvað leikmannaliðin gæti að gera gegnum svona góða lið. Þannig að tilfinningin, hún er bara góð fyrir þetta verkefni. Auðvitað. Ég ekki spenntur að fara svo mikið í flugvél, en samt til að spila leik, já, það bara mjög gaman. Takk fyrir.